en svona vandræðum, ég veit ekki hvert maður á að snúa sér. Já. Það er konan. Það er konan, já. Já, einu sinni sem áttað, þá er það hún. Já. Búin að vaka hérna í alla nótt og svona búin að vera með, maður veit ekki hvað maður einhvern veginn á að lýsa því, sko. Bíddu nú við, reyndu aðeins. Já, hún er bara búin að vera á fótum í nótt, sko, og gjörsamlega búin að leggja allt í rúst, hérna. Hvað segir? Já. Nú, hvað? Það er allt hérna brotið og bramlað, lampar og ljósakrónur og húsgögnin liggja bara hérna allt gólf og fötin hennar og... Þú segir ekki? Og hún hoppar bara hérna nakin, sko. Ég er nú búin að loka hana inn í með svona sjónvarpsherbergi. Já. Ég er búin að læsa hana þar inni, sko. Já. Og hún er bara öskrandi einhvern dánarskap og svona, þetta er nú nákvæmlega hringdi nú að lögregluna, sko, fyrir nokkrum kvöldum og því þá öskrar hún bara, sko. Já. Og ekki með sinni röddu alltaf. Ekki með sinni röddu? Hvað áttu við með því? Nei, það er sko, hún er með sko sína rödd, en svo er hún öskri með sko svona djúpri karlmannsrödd, sko. Já. Breytir röddin í sér einhvern veginn svona. Og hefur svona, það er svona, já, eftir þetta byrjaði, sko, þá hefur hún það gert ýmislegt sem að maður hefur ekki getað útskýrt, sko, einhvern veginn. Nú byrju hvað? Nei, svona... Getur ekki lýst fyrir okkur? Bara morgun verða að borði. Sátuð hjónin og hérna, og ég var að reyna að borða morgunmat. Já. Þó hún var náttúrulega kastandi upp bara yfir borðið, sko. Já. Og hérna, og svo bara snýr hún höfðinum og ég horfði bara á hnakkan á henni. Þá snýr hún höfðinu alveg í hálf hring, sko, og svo heilan hring. Þetta á ekki að vera hægt, sko. Hvað heldur þetta sé? Einhver pestfara, Já. Það hljóma þannig, sko, eins og þetta sé einhver helvítis pest, sko. Ansi skeð pest. Já, maður skamma sín fyrir þetta, sko. Já, byrju, er hún eitthvað að gera þetta á opinberu vettvangi? Já, svona ef maður fer með henni eitthvað, sko, bara yfir bræðir hún. Er hún komin úr Hverfisbjörn og... Nei, er það? Já, við fórum á veitingahús daginn og hún bara áður en ég vissi af, sko, þá var hún komin úr fötunum og byrjaði að kasta upp svona yfir gestina og hérna byrjaði að tala þessari karlmannsröddu, sko, og bara með dónaskap og... Hvað er hún að segja? Með þessari karlmannsröddu? Hún er svona segjandi ég er djöfullinn og hérna og svona hluti sem að ég vil nú ekki til að hafa eftir bara í útvarpinu. Nei. Það er svona kynferðislega, hún er að hvetja fólk til kynferðislega athafna við sig og það er nú frekar leiðilegt þegar það er svona já, það væri þá bara framhjáhald, sko, hún er að ég lít þannig á það, sko, þó hún er kannski ekki gert neina alveg úr því þá er hún svona hvetja til þess, sko. Já, svín mér þá. Maður er bara orðið þreyttur á þessu, maður á ekkert heimili orðið, sko. Nei. Konan bara alveg snældu vikla, sko. Þú hefur ekki, þér hefur ekki dottið að tala við eitthvað svona sérfræðing? Já, en ég held nú að þetta sé nú bara eitthvað svona sem gengur yfir. Já. Ég hef nú verið að reyna að hjálpa henni eitthvað, sko, flóa fyrir hana mjólk eða eitthvað, sko. Og þá hún kasta bara upp yfir mann. Já, mitt. Maður kemst ekki í vinnu eða neitt, maður er ángandi af. Hvað? Kemur bara heim og það er allt í niður nýslu, sko. Já. Og hún kannski svífur hérna í liggur svona upp í loftinu og... Hæ? Liggur upp í loftinu? Já, hún hefur svifið svona öðru hvoru, sko. Svífur svona upp og... Nei, nú er mér öllum... Og liggur svona lóðrétt í loftinu og snýst í hringi og... Já. Já, þetta er einhver vírus, sko.
Já, ég myndi láta athuga þetta ef ég væri þú. Já, þú myndir gera það ef þú skammaðist þín ekki fyrir það. Já, þú ert nú komið með þetta í útvarpið. Já, það var nú eiginlega bara örþjóðar á. Já. En mér finnst nú hafa, mér finnst þetta nú hafa lagast aðeins. Já, það er nú... Mér finnst nú uppkastin svona að vera gangað aðeins tilbaka, Já, það er nú óskandi. Já, en það er að beða það að við ekki. Já, það er mitt. Og manni finnst það svona óhugnarlegt líka þegar hún er að tala, svona, maður djúpið kallmannsötu. Já. Og ég hef sagt að við hana þegar hún er að því, að það er ekki, það er ekki dónalega orðin, sem eru vest, heldur röddin, mín, hef ég sagt það hennar, Ef þú getur sagt þetta einhver annari rödd, bara með þinni rödd, þá er þetta ekki, það er svona óhugnarlegt, Heyrðu, ég þakkaði bara kærlega fyrir þetta. Já, ég þakkaði bara og ég vildi nú bara svona vekja máls á þessu.